Komið sæl og velkomin eftir að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér er Eyjólfur Eyvindarsson. Vertu velkomin. Sælblessuð. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, hann fór að efast rétt Bandaríkjamanna á réttlátri málsmeðferð í viðtali sem að birtist í hérlendum miðlum allavega í morgun. Hann hefur náttúrulega sendt hundruði innan gæsaleppa ólöglegra innflytjenda í fangelsi, öryggisfangelsi í El Salvador, kallað Sikot. Og þessi orð, þau benda til þess að hann ætli aldeilis að fara að gefa í. Geturðu sagt okkur aðeins kannski bara hvað þetta fangelsi til að byrja með? Já, við getum byrjað á því. Það er CECOT er eitt stærsta fangelsi í heiminum. Það er frekar nýtt að nálinni og fólk getur farið inn og bara glöggva sig á því hvað Amnesty International segir eða Human Rights Watch. Þá er þetta skammstöfunin Centro Penitenciario para el Terrorismo. Þetta heiti skammstöfunin þetta á spænsku, því að í El Salvador er alltaf spænska. Fangelsi eða hýsing fyrir hryðjuverkamenn. Og rúmar, þegar þetta byggt, þetta var tekið í notkun fyrir 1,5 ári síðan eða eitthvað svoleiðis, í snemma árs 23. Já, það var 2 ár síðan, eitthvað svoleiðis. Og þegar það var reiknað með að gæti hýst 20.000 fanga, eða hryðjuverkamenn eins og þetta ber með sér. Og hryðjuverkamenn eru í þessu tilliti gengjameðlimir eða þeir sem að fremja hættulega glæpi í þessum gengjastriðum, hvað er M13 og hitt? Barrio 18, já. Það er þegar þetta síðan þetta er opnað þá 20.000 en svo segja 40.000. Og það eru þarna 15.000 fyrir, það þarf svolítið að skoða sögu El Salvador til að skilja nákvæmlega hvers vegna þeir kalla þetta hryðjuverkamenn. Það er sama og gerist hjá forseta Ekvador sem að núna talað að hafa verið valdarán eða kosningasvindl. En þar í baráttunni við stríði gegn glæpum, eins og náttúrulega kemur eitthvað staðar frá Bandaríkjunum sennilega stríði gegn eiturlyfjum frá Nixon og svo stríði gegn glæpum og svo framvegis, alltaf stríð. Að það, þetta var ekki glæpmenn, heldur væri hryðjuverkamenn. Og það gerist bandaríska heimsveldið hefur lengi haft mikla hagsmuni í Mið-Ameríku og Ameríku allri. Þetta er einlega þeirra bakgarður. Og kannski eru einhver ennþá að klóra sér í hausnum og segja bara að Trump er hræðilegur og bæta var miklu betri og það allt saman. Ef að utanríkisstefna Bandaríkjanna sem er heimsvaldastefna, ef hún er skoðuð í samhengi sérstaklega við gagnvart Kúbu eða allri Ameríku, þá sjáum við að stefnan breytist aldrei. Það er bara áherslu, það er aðferðafræði, það er alltaf sama. Ná í auðlindir og veikja stjórnir. Og það er það sem það hefur gert í El Salvador. Það var þar leppur og síðan kom upp skæruliðar miðju og vinstri sem að það braust út borgarastríð 1980 og svo hreyfing svo ég farið með þetta rétt FMLN Farabundo Martí Nacional Liberation Front við blöndum menn í spænsku saman sem að lentu fóru í uppreisn við það var valdarán og þau fóru í vopnaða baráttu við herinn og í rauninni það sem að því að það er alveg vitað að Bandaríkin eru búin að styðja Salvador kannski ekki svo mikið nýlega reyndar þá borgar Trump stjórnin El Salvador 6 milljónir fyrir að hýsa þessa ólöglegu eða þess sem þeir segja glæpamenn þarna og þetta borgarastríð er eitt það viðbjóðslegasta blóðugasta sem að við heyrum af þessum heimsluta
fyrir utan kannski í Nicaragua, það sem voru sandinistar og ennþá sandinistar við völd. Og þessu tengt að þá sko 1946 fljótlega eftir lok seinni heimsstyrjaldar að þá stofnað skóli í Panama. Bandaríski herinn og Bandaríkin stofnað skóla sem heitir School of the Americas eða Ameríkuskólinn. Og það núna búið að breyta nafninu og flytja hann þaðan sem hann var starfræktur í fleiri áratugi í Panama, bara rétt hjá þessu yfirráðasvæði við skurðinn, til Bandaríkjanna og til Fort Benning í Georgíu held ég að sé. En þessi School of the Americas, eða Ameríkuskólinn, hann sem sagt þjálfaði og þegar hann hætti að starfa undir þessu nafni sem var þá 2000, eitthvað slúðist, þá voru búin að þjálfa og útskrifa 60.000 einstaklinga. Og hvað var kennt í þessum skóla? Jú, það var hvernig átt að berjast gegn óvörðum eða hafa stjórnarfólki og svo það sem að mannréttindasamtök og aðrir hafa talað og dómstólar líka að það var að kenna sem sagt, þetta er svona eins og liðsforingjaskóli, kennarinni, yfirreynslutækni, pyntingar, bara hvernig á að vinna bug og allir í anstöðu við ráðandi öfl í landinu, sko. Og það gerist í þessu borgarastríði í El Salvador að það koma sem sagt bæði herinn, lögreglan og svo það sem hét Treasury Police, sem sagt fjármálalögreglan, sem að stunduðu sem sagt rauninni bara sko ekki bara handtökur heldur bara þeir tóku fólk að lífi, pyntuðu og tóku fólk að lífi og síðan voru dauðasveitir sem er talið og rök fyrir því að þær voru þjálfaðir í þessum School of the Americas. Dauðasveitina voru sem sagt bara kallmenn venjulega í óbreyttum borgarlegum klæðum, í ómerktum bílum með vopn og þeir fóru bara tóku fólk að lífi í hópum, bændur aðalega og voru náttúrulega höttunum eftir skæruliðum, þeir náðu þeim ekki þannig að það voru held ég eftir þetta borgarstríð, það var ávallega 70.000 manns höfðu dáið og svo miklu fleiri náttúrulega sem að voru annarkvort örkumlaðir eða með áfallasettur öskun eftir að hafa verið pyntað og þeir voru líka sko jesúítaprestarnir og kirkjan þarna stóð gegn þessu og þá voru þeir alltaf drepnir líka og það sem vakti athygli og það er upprunað þessum gengjum, þá kem ég að því að sko hvers konar ofbeldi þeir beittu, það var sem sagt það er svo, það var ítundi meira og meiri sadisma að einu sinni tókuðu bara eins og í Nicaragua þar tókuðu fólk að lífi eða neyddu fólk til þess að vinna öðrum megin sem þóttu væntum og þeir neyddu því það voru skotnir en í El Salvador þá voru líkin sem sagt það var búið að marg misþyrma þeim nauðga öllum konum öllu kvenkyns og svo drepa fólkið og það var kenningin svo að það sem að því að síðan kemur náttúrulega svona sannleiksnefnd og allt þetta þegar 1992 þegar þetta er búið þessu líkur henni að því að herinn og það sem að sem sagt, Bandaríkin studdu í El Salvador gátu ekki sigrað skæruliðana og að það sko náttúrulega til að skapa ótta þannig að fólk myndi ekki sem sagt hjálpa skæruliðunum eða svoleiðis og þá náttúrulega gerist það sem gerist þegar er stríð eins og í Sýrlandi eða Afganistan eða eitthvað starra sem NATO hefur farið að þá flýr fólk náttúrulega fyrst flýr það innanlands nema það sem gerðist í 1980 til 1990 að það er rosalega flóttamannastraumur frá El Salvador til Kaliforníu til Bandaríkjanna og gengi verða til í samfélagi eða ekki ef við skoðum félagsfræðina þegar verða það sem fólkið jaðarsett og það hópa sér saman því það hefur styrkað í og þegar ekki eru tækifæri til menntun eða annað þá er oft kannski bara eins og í þessu tilviki að ræna einhvern eða selja eiturlyf eða eitthvað svoleiðis og þannig að þessa hópamyndan hafa alltaf verið til. Sérstaklega þegar er minni áhersla á náttúrulega menntakerfi og heilbrigðiskerfi og bara fólk geti lifað eðlilegu lífi. Þannig að það verður fólksflótti frá El Salvador til Bandaríkjanna og þegar að fólkið þaðan sem kemur til Kaliforníu, til LA og hvar það nú var
þá lendir það í rasisma að hálfu, sem sagt, þá á það sér ekki pláss af því það eru minnletta hópar eins og Mexikanar með sínu gengjamenningu og þá urðu þau fyrir aðkasti frá þeim og þá voru þeir neðstir sko fyrir neðan bleiknefjana, blökkumennina, Mexikanana og svo El Salvador fólkið og ég hef séð heimildarmyndir til dæmis að hérna þetta Mara Salvatrucha MS-13 og Barrio 18 sem 18. hverfi sem þessi tvö aðalgengi, það eru fullt af öðrum en minni þessi tvö sem verða til þarna af því að fólkið þurfti að verja sig en ofbeldi sem það var, því var beitt af þeim frá þessum mexikansu gengismeðlum var kannski sprettnífur eða hafnaboltakylfa en af því það var búið að eyðileggja náttúrulega, þau voru búin að upplifa sjálf og búið við svo mikil ótta í El Salvador og sjá hvernig þessar dauðasveitir störfuðu og sjá nunnum sem var, sem var búið að mistyrma og fólk sem að gera engum megin, þá náttúrulega fóru þau að svara á þessum þröskuldi af ofbeldi tilbaka og verða fljótt náttúrulega mest óttaðasta gengið og verða líka þá fara að koma þessi flúr í andlitið það einhver liti eitthvað sem að þegar menn í fátækrahverfinu neyddir í að ganga í gengin og það er þekkt að þeir taka suma bara flúra þá í framann konur til dæmis líka og þá er fólk brennimert sko þannig að gengi verður stofnun sem er þótt að fólk reynir að flýja þá er það dregið inn í það þannig að það er ekki eins og fólk hafi val sko endilega og þá byrjar Bandaríkin að senda einu sinni í viku upp á 1990 að ein flugvél í hverju viku á alla miðvikudaga fólk tilbaka til El Salvador og gerði eitthvað samning við valdhafana þar þá og það veldur kringum sko upp á 2000 og svo kemur svona hægri stjórn sem að setur í kraft frá 2015 að 16 það sem kalla mano dura sem sagt bara með harðri hendi mano, sem sagt hendi eða hnefi dura, sem sagt bara í staðinn fyrir eins og ætti að vinna gegn gengjamyndun var sem sagt styrkja menntakerfið, styrkja heilbrigðiskerfið vinna með verkalýðsfélögum þannig að fólk þurfi ekki að vinna svona mikið fá mannsamandi laun og það er ekki þessi örvænting eða þrýstingur í þeirra samfélagi að nota óttan eða þú veist bara glæpi og annað af því að síðan það virkaði ekki og þá kemur Superman og Dura sem sagt ofursterka hendin og þá kom upp þetta með að bara fangelsa alla sem voru með flúr allir karlmenn voru ákveðnum hverfum sem í aðsett eða voru með flúr einhver stað þá voru fangelsaðir og þá verður til sem sagt að þessi FMLN heitir þetta Faramundo Martí National Liberation Front sem var þessi skærulegarnir sem varð stjórnmálafl, þeir lögðu niður vopn og gerðu stjórnmálafl 1992 þeir og kirkjan og fleiri sem koma að og sem sagt fá gengi til að semja frið til þess að koma til móts að þetta var alltaf bara orðin óöld því að þegar herinn og þetta þú veist, þeir fara bara að handtaka einhvern eða skjóta einhvern eða eitthvað þannig að það var ekki eins og tölfræðin sem eins og þeim í Bandaríkjunum það alltaf að tala þú veist, já, það er 3% lægri tíðni stólið úr bílum eða 3% lægri tíðni vopnur rán þetta er alltaf eitthvað svona það var ekki að gera nýtt fyrir það heldur þannig að það er þessi byltingarflokkur eða hreyfing sem er náttúrulega bara eins og vinstriflokkur í dag og svo gerist það að Nayib Bukele sem nú forseti El Salvador, hann kemur fram á sjónarsviði, hann rauninni bara rich kid, hann bara úr sonur ríkrar fjölskyldu og kemur sér fyrst inn í
í þessa hreyfingu vinstri manna til þess að fá eitthvað vettvang af því hann var ekki neinu flokki eða neitt til að koma sér áfram og verða borgarstjóri í San Salvador sem höfuðborgin. Og sko Salvador sjálfsagt ekkert mjög stórt, þetta eru eitthvað 22.000 tverrkílómetrar að búa hérna minna en 6 milljónir. Það eru mjög margir náttúrulega í Bandaríkjunum mange staðar. Og honum tekst það að verða bæjarstjóri. Og þá stígur hann fram og segir, já, nei, ég vil ekki vera í þessu vinstri flokki, þeir eru svo miklu marxistar, en ég er vinstri maður, eða ískersista, sem sagt, vinstri sinni, sem að hann skilgreinir þá sem, sko, á sinn hátt. Þannig að hann er strax, sko, ef það er ykkur sem segist vera vinstri maður, þá kannski er hann ekki að segja, já, ég er vinstri maður en ég samt ekki, þú veist, svo kemur hann með, þú veist, það er Grayson sem ég hef fylgst með, Óskar León hefur gert innslögu þetta og þar er viðtöl úr fjölmiðlum, sem sagt sjónvarpana það sem að Bukele er að segja frá þessu. Þannig að hann dregur sig frá þessu og svo birtist hann svolítið sem Macron gerði í Frakklandi, sem að hann hafði ekki verið í pólitík Macron, hann var bara hugulegu frakki, svoleiðis að segja, sem bara kemur inn á sviðið og fer að tala fyrir því að draga úr ofbeldinu og stoppa glæpina og annað og verður kosin fósiti. Ég kem að því síðan setna því það er blað eða fjölmiðill í El Salvador sem heitir El Faro eða Vitin. Og fólk getur flettið upp bara F-A-R-O. Þeir voru að gefa út frétt og upplýsingar það hvernig Bukele komst til valda. Og það er þegar að hann býður sem til forseta. Að hann út af við segist alltaf að berast gegn þessum glæpum og þessum gengjum og gera landið örugt og eitthvað svona. Og verður svo forseti. Og fljótlega eftir að þá er sett á neyðarlög og þau eru búin að vera núna í 3 ár. Og neyðarlög sem sagt staðið exception eða staðið emergencia þýðirinni bara að stjórnarskráin sko réttindi borgarana eru eitthvað leyti ekki í sambandi og valdið sem sagt her lögreglan hafa þannig að búið að vera núna í 2-3 ár. En Faro var að segja frá því að Bukele komst að með því að vinna með þessum Mara Salvatrucha og Barrio 18 gengjum. Það sem að hann gerðu samninga, frambúðu hans gerðu samninga við höfuðpöruna þeirra sem voru í fangelsum til bara rauninni eitthvað svona samning þeim í hag að þeir myndu þrýsta á fólk í sínum hverfum sem að kannski var líklegt til að kjósa ekki hann að kjósa hann. Bara, og nota þá bara, þú veist, hræðslu ótt að segja bara, segðu fjölskylduninni það er eins gott fyrir að þau kjósi öll Bukele því annars, þú veist, við þurfum ekki að segja það. Það er hann sem að kemur á þessu öryggisfangelsi sem að Donald Trump er núna farin að senda í stóru stíl. Hvað sko, hann er farin að tala svo litið einmitt svona eins og það séu í herlög eða í Bandaríkjunum. Já, Trump, já. Já, að mannréttindi borgaranna séu, þau getur nú stjórnarskrár var réttindi sé hægt að setja til hliðar vegna þess að hann þurfi auknin að sópa upp þessu fólki og þetta er í rauninni ástæðan fyrir þessu að hann lítur á El Salvador sem einhvers konar og Venezuela virðist vera sem hryðjuverka fólk. Það hefur verið sagt frá þessu fangelsi aðeins, ég meina þeir búa við hryllilegan aðbúnað. Þetta sko, þeim hrúað þannig margum inn í, þú veist, mörg hundruð bara inn í eitthvað svona game sem þá eitt klefi, það eru engar dýnur, engin lög, ekki neitt og þeir mega fara út í hálftíma eitthvað svoleiðis á dag. Það sem er annarkvort biblíulestur eða þeir mega teygja sig. Og maður velti svona svolítið fyrir sér að því að nú eru Bandaríkin farin að senda þannig í stóru stílu að þeir virðist bara einhverja brúna kalla með tattoo
Hvað fylgdist eitthvað með þessu viðtali við Trump í morgun? Sko því að segja þá ég hættur að fylgjast bara með honum í rauninni því að mjög mikið af því sem að gerast þar sem segja og gera sín eitthvað annað, það rosalega mikið bara leikrit fyrir mér. Þú veist, við skulum ekki gleyma því að Trump náttúrulega var að leikja raunveruleika þætti, alveg svo Zelensky var að leikja raunveruleika þætti og þegar þeir eru að skammast þarna og J.D. Vance þarna, þetta er til að hleypa öllu upp, þannig að fólk væri uppnám og svo gera það eitthvað annað bak við tjöldin. Þannig nei, ég sá það ekki, en sko það eitt sem mjög mikilvægt, við skulum halda þetta að haga að þetta sé og þetta set-kott fangilsi, hryðjuverka manna geimslan, hvað við vilja kalla þetta. Sko fólk getur lesið það inn á Amnesty International að sko það sem fyrsta sem við þurfum að setja spurningamerki við eða rauninni ekki spurningamerki því að eiginlega enginn af þeim sem þarna inni hefur farið fyrir rétt og það var áætlað að vera einhverjir 10, 12 eða 15.000 sem sagt allir gengismeðlimir sem sagt örugglega flestir aðeins það eða eru með þú veist MS-13 framan í sér flúrað og eitthvað svona en það eru þannig að sko sektir þú veist uns sönnuðir og það allt saman þeir fara þarna og það líka það sem talað sko við getum séð það bara inn á Wikipedia maður slær inn C-O-T að virðist vera sem að þetta hafi verið bara byggt til þess að hýsa og bara koma þessum aðilum með þessum hóp út úr samfélaginu og aldrei tilbaka og ekki fyrir dómstól og ekki fyrir tala við lögfræðing og erfitt fyrir mannréttindasamtök og aðra eftirlitsaðila að fylgjast með hvað að gerast í fangelsinu en sko lýsingarna hjá Amnesty og fleirum eru hryllilegar því að sko þeir eru með það var eitt frétt frá BBC sem talaði við eitt bandarískan sem var fangelsistjóri, bandarísku fangelsistjóri sem var við Rikers Island fangelsinu og hann sagði sko þetta gengi ekki upp að því að sko það áætlað á hverja mannesku í fangelsi þurfa að hafa eitthvað 2 fermetra lágmark en þeir eru með sko 0,6 fermetra á mann og föngunum eða fangarnir, við skulum bara kalla það bara fangar mingjameninir að því við vitum ekki hvort þeir eru segir eða saklausir. Og ég meina þó þið væru segir þá það breytir að því ekki þeir eru manneskjur með mannréttindi sko. Þannig að þú veist það er líka það. Það er bara það sko. Það. Þannig að þú veist það getur vel verið að þeir séu hræðilega glæpmenn alltaf fyrir utan hverju afleiðingarnir í samfélaginu sem gera þá að þessum glæpmönnum en þá þarf alltaf að því annars getur við bara tekið réttarkerfið og hent undir gluggann sko. Það skiptir það engu máli. Þannig að það er búið að sneiða það af þeim og þetta með það voru 253 núna fyrir 50 dögum síðan, og það var ekki, sko ættingjarnir í Venezuela eða fólkið, aðstandarnir, þeir ná engu sambandi við þessa afkomendur eða vini eða bræður eða hvað hann var. Þetta er allt kallmenn í þessu fangelsi. Þannig að það var hérna, fyrir 50 dögum, 253 sem að Trump-stjórnin vildi meina væru meðlimir í gengi sem kallað Tren de Aragua, sem sagt Aragua-lestin, sem upphaflega gengi frá Venezuela, sem að Venezuela 2023 náði endanlega að leysa upp, þeir réðu yfir einu að fangelsi og meintir höfuðpaura sluppu og úr landi. Og þá alveg svo í fyrir tíð Trump, stjórnartíð þá var DEA fíkniefna deild eða hvað maður segir fíknó í Bandaríkjunum Drug Enforcement Agency kom með þá ásökun að Maduro sjálfur forseti Venezuela og Delcy Rodríguez varaforsetinn að þau og eiginlega allir svona yfirmenn eins og yfir þinginu og stjórnarskrárþinginu að þeir væru sem sagt að flytja eiturlyf
og settu fé til höfuðs, ég veit hvort manst eftir þessu. Þetta var svona eins og svona í villta vestrinu, bara svona wanted dead or alive. Einmitt. Ég var raman eitthvað í því. Og svo var þeir sem myndu annarkvort ná að drepa eða handtaka Maduro fengið $30 milljónir. Þetta var eitthvað svona bara bad hombre, þú veist, eitthvað svona John Wayne bara á sléttunni. Svona einfalt var þetta og þá á þessum tíma og svo líka í tíð Biden-stjórnarina þá reyndur innrásir í Venezuela. Þannig að þá kemur þetta bara, já, þessir Venezuela-búar sem eru náttúrulega bara vinnandi fólk í Bandaríkjunum því að það er búið að setja það fram og það eru náttúrulega Venezuela stjórnin og aðstandendun og fólk ekki bara Venezuela heldur líka Kúbanir og Mexikanar og alls konar fólk sem hefur flutt og sest að og fengið atvinnuleyfi. Af þessum 253 Venezuela-búum þá eru 87 ekki með dóma. Þeir hafa ekki verið handteknir eða dæmdir eða neitt. Og það skýtur skökku við að þeir sé allt innu allir af því þeir eru frá Venezuela þá er í þessu Aragua lestar gengi, trendi Aragua. En það er afsökun til að senda þá á landi án dóms og laga, án þess að þeir fá að hitta lögfræðinga að vita nokkuð fyrir hvað er verið að senda á og til þetta við skulum bara kalla þetta það sem er Guantanamo-fangilsi í herstöðinni bandarísku Guantanamo sem að kannski fólk mann eftir og það er ennþá fangar þar síðan úr 11. september og það allt saman. Þetta er einhvers konar Guantanamo-styrum og fangarnir þeir eiga alltaf að vera á varðbergi ef við svar ekki þegar kallað á þá þá eru teknir og þetta hef ég frá Amnesty International og fleiri mannréttindasamtökum að þá er verið að kæfa þá eða drekja þeim í ísvatni þegar þeir koma inn og við höfum séð þessar myndir þar sem verið að beygja þá framfyrir, þú veist að þeir eru krúnrakaðir þeir eru lítilækkaðir það talaði um að bara eins og skepnur fangaverðirnir, þú veist, þeir eru með bara klafa, þeir eru með bara lambúsettu, það sést eiginlega ekkert í þá. Bara svona böðlar. Þeir eru bara böðlar, sadistar og þannig að eiginlega allir flesti þeir sitja. Þú veist, og ljósin er ekki slökkt þarna inni, þeir geta ekki lokað augunum og farið að sofa á kvöldin, þetta er bara svona þetta er bara pynting, endalaus. Búið til helvíti. Já. Þannig að þeir sitja þarna og svo er vita að Amnesty og fleiri að tala um að fólk er að deyja þarna inni en það fer ekki út fyrir múrana. Þannig að þeim er svona hrúað, maður er sér loftmyndir að þessu, það sem maður er svona Já, varstu búin að sjá það? Já. Það var síðan, fólk vildi meina að þetta væri sem sagt bara hrúa af dauðum föngum sem að annarkvort bara lifa við stöðunótt eða kvíða eða illa meðferð deyja þarna og svo, já, það var einn kenningin, ég náði ekki að sjá þetta og síðan var Google ekki búin að breyta þessu þannig að nú er ekki lengur að sjá það, En þetta, síðan Grayson, þessi Oscar León, sem að þetta er reyndar á spænsku, en það er hægt að stilla YouTube þannig að þú getur fengið ensku, og fyrir þá sem ekki þekkja Grayson þá mæli ég með því Max Blumenthal og fleiri, tekur viðtal við fréttamann, sem sagt konu, rithöfund í dag, Michelle Recinos, sem að þetta er nýlegt, þetta er bara fyrir svona 2-3 vikur síðan, það sem að hann spyr hann út í hvernig er ástandið í dag. Núna er semst búið að taka alla vondukallana og setja þá í vondukalla COD og hún sagði já, almenningur í þessum hverfum segir já, nú getum við panta pizzu og þú veist, það er svona rólegra, en þeir sem greina þetta og þannig eru fjölmiðlar í El Salvador líka sem fjallum þetta, þeir segja að þetta er tímasprengja. Þannig að það er ró, en það er rosalega svona lognuð undan storminum. Spennu þrungin og svona, þú veist, tens, þetta er svona spennt einhvern veginn. Og síðan er það sem að hún, ástæðan fyrir að tala við hana er að hún skrifaði bók, svona eiginlega dæmisaga sem heitir Sustancia de Hígado eða livra, sem sagt hígado og lifur, þetta er bara dæmisaga. Títill á íslensku myndi vera sem sagt efni úr lifurinni eða eitthvað slús.
substance of liver, og sem að er í dæmisaga hvernig ástandið í hennar heimalandi í El Salvador. Og bókin var valin á alþjóðlega bókamessu í Guatemala, sem næsta ríki við hliðina á, þar sem El Salvador var sérstaklega boðið. Og þegar þessi saga lesin, og þá var þetta að sjá, hún segir ekki nöfni eitt svoleiðis, en þetta það er þetta að sjá, alveg svo George Orwell skrifaði Dýrabæ og þetta, vísanirnar í raunveruleikann. Og þetta gekk svo langt að stjórnvöld í El Salvador, þau þrýstu, hún átti að fá velun, hún fekk velun, þau þrýstu á sendinefndina frá El Salvador til sem var að fara á þessu ráðstefnu að afneita henni, að banna henni að vera með. Já. Þannig að það sem við erum í rauninni bara að horfa á og það sem er kannski óþægilegt við þetta, því að við vitum að þetta hefur auðvitað verið, það er ofboðsleg saga þarna baki, það sem er kannski svona óhugnilegast fyrir okkur sem erum hér á Íslandi er að núna er þessi bandaþjóð okkar farin með svona ofboðslega beinum hætti að nota þessi fasísku geymslupláss undir meinta óvini sína og í okkar eigin stjórnvöld, þau segja ekki neitt. Enginn segir neitt einhvern veginn og við veitum og ég veit og ég þekki fólk svona latínó uppruna sem býr í Bandaríkjunum sem er bara óbúslega hrætt og af því að það getur bara verið gripið einmitt af óeinkennisklæddum mönnum sem að bara taka þau, pynta þau og henda þeim úr landi og inn í bara eitthvað svona geim. Já, komaði fram hjá líka eins og voru að taka einhverja háskólaprófessóra erlenda eitthvað sem hefðu tekið þátt í mótmælum stuðning við Palestínu. Það var eitt dæmi með eina konu sem mann ekki heitir en það fór víða og það var Chris Hedges held ég var að sjá viðtalið hann í einu hlaðvarpi blaðamaður og hann var að segja ég meina, þú horfir á þessi myndbönd, það koma einhverjir agentar eða aðilar ómertir, þeir sýna ekki skilríki, þeir eru í borgaralegum klæðum, í einhver skipti þá hafa þeir brotið bílrúðu til að ná í bara einhverjar mömmur að gera krakkana í fótboltaæfingu handtaka einhverja mæðgur eða eitthvað. Og síðan kemur bara allt í einu, kom bara einhver hópur og svo bíll og svo er bara fólki hent inn í bíl og þessi bíll eru ekki með númer og eitthvað og þau bara keyra í burtu og svo var allt í einu manneskjan þessi háskólaprófessor eða hvað hann var, elsku konan sem við vitum ekki hvað er að frétta nema hún má koma til Louisiana. Varstu búin að heyra þessu? Því það er í Louisiana, ef þú ætlar að vera lögfræðingur einhverju Bandaríkjunum þá er sérstakt lögfræði próf fyrir Louisiana. Þetta er annað kerfi þannig að það sem að dómararnir til New York eða svona alríkisdómarar þeir ná ekki til þess og svo er þetta gert svo hratt til að koma út. Það sem ég sé og það er það sem er óhugnilegt að það er verið að taka þetta er náttúrulega auðvaldið og byggir kerfið sitt náttúrulega á rasisma að það fólk í flokkum og þú veist við getum arrænt þessa því að þeir eru þú veist inferior, alveg svo svartir voru þrælar þeir náttúrulega voru ekki manneskjur og eitthvað svoleiðis alveg svo frumbyggja Norður-Ameríku stærsta þjóðamór í sögunni, það var náttúrulega bara skepnu þannig að þú veist, þeir voru bara veitir eins og hvert annað kvikfé að það er að gera þessa innflytjendur eða fólk sem bara er að koma þarna því að þú veist, það er að vonast til eftir betra lífi að það eru hættilegur einstaklingar. Og Chris Hedges sagði, þú skoðar þetta myndband af þessum póstgráðaprófessor og skoða síðan bara eins og gerist í Chile 1973 eftir að þeir drápu Allende og sem var bara svona sósíaldemókrata stjórn, vinstri stjórn og þeir komu með ladrí og múrsteinin sem að þeir pröfuðu nýfrálshyggju í fyrsta skipti og Hannes Holmstein var rosalega í skíunum með það að þetta hefði verið frábært en Pinochet var herfóringja stjórn og fór fyrir henni og þeir fjöldi manns hurfu eða voru pyntuð eða kastaði í sjóin og þyrlum og svo framvegis. Þetta er nákvæmlega sama sena. Það er þetta á að heita ICE þarna. Já, einmitt. Immigration eitthvað einmitt en fólk er bara tekið úr það er rauninni rænt og þetta er svo sem ekkit nýtt nema það sem við erum að sjá held ég og það sem að Ég held að alveglega sé svona meðvirknin með bandarísku stjórnvöldum sem að
sko að því að við erum svo auðvelt með að fordæma það sem gerist einmitt í El Salvador eða Venezuela eða hvernig sem það Já, það er svo fjarlægt. Það er svo fjarlægt, en það er einmitt þetta að því að bandaríksk stjórnvöld eru fyrir opnum tjöldum. Nú sem aldrei áður eru farin að nýta sér þennan sko vettfang og þá erum við ekki eins og Guantanamo, þar sem að þeir töldu sér allavega að hafa einhver heimildir fyrir því að tíðir einstaklingar sem voru sendir þangað hefðu einhver tengsl við hryðjuverkasamtök. Heldur er þetta bara venjulegt fólk sem er bara úti með krakkana sína og það er bara tekið og það látið hverfa og það sett inn í þennan game og það er pyntað og svo bara... Þetta er bara mannrán í rauninni. Sko, það sem við erum að sjá... En ég verði að fá að stoppa þig og hleypa næsta efni að þeir eru mættir hérna í stúdíóið. En við þurfum bara augljóslega að taka þetta samtal aftur síðar og bara sem fyrst. Þakka kærlega fyrir að koma til okkar í dag. Já, takk. Og tók ég við það meira hér handa við auglýsingar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is